Í gær deildi ég vídeói álegg á Dominos pizzum. Ef þú ekki séð það nú þegar, þá mæli ég mig að kíkir á það hérna uppi, áður en heldur áfram, því án þess samhengis þá það sem ég að fara að segja núna ekki að fara að make neitt sens. Og þetta vídeó fór síðan á svona mikroflug netið á Íslandi, sem var til þess að nokkur tímum síðar þá fekk ég skilaboð frá fulltrúa Dominos, sem baðst verðingar á minnstakonum og bæta við skalan og svona. Góður, fínn, dæmigerður, afsökunarpóstur, kurteislega orðaður, faglega skrifaður og allt það. Í þessum pósti segir að það sé greinilegt að ég hafi fengið samkvæmt þeirra ferlum allt og lítið af tilteknu áleggi og segir að ég hafi fengið þrefalt minna en ég ætti að fá. Ég var svona aðeins erfitt með að snúa hausnum á mér kringum þá stærðfræði en ég ætla að leyfa mér góðfúslega að ætla að það hafi verið átt við að ég hafi fengið minna en þriðjung þess sem ég var ætlað. Gott og vel. Nýgrunn aftur á móti, án þess að ég vilja rengja þennan vingjarnlega starfsmann sem hafði samband við mig, að þetta sé ekki undantekning, þetta sé reglum frekar heldur en hitt. Þegar fólk panta paprikunum sína, þá sé það vanalega að fá allavega eitthvað minna heldur en þrefalt það sem ég fekk á pizzunum mína í gær. Þannig að ég gerði það eina sem ég hef gert í stöðunni. Ég þurfi að panta bara aðra pizzu og við skulum mæla aftur. Nýr dagur, nýr afgreiðslustaður, ný pizza en nákvæmlega eins og lítur girnilega út. Við skulum fara í það að tína af henni paprikuna, mæla og sjá hvort þetta sé eitthvað í samræmi við það sem við sáum í gær. Og niðurstaðan í dag, 17 grömm, meira en 11 grömmin í gær, en klárlega ekki 3.000 meira. Og ég hugsa að kílóið núna sé einhvers staðar í kringum 16.000, ég seti útreikningi hérna á skjárinn. En það ekki raunin þetta með kílóverðið sem getur meira máli, þetta er bara einhver svona leikur að tölum og útreikningur. Og þetta er absúrt að tína það til. En aðalatriðið samt er að ef við horfum á þetta magn af papriku, finnst okkur þá að eðlilegt að við séum að borga tæplega 300 krónur fyrir það, 275 krónur í álegg á pizzu. Þetta er svona hlutir sem við erum alltaf að sætta okkur við, svona litli hlutir sem að kosta eitthvað sem þeir ætti ekki til að kosta. En mér er það bara eins að orða á þessu. Þetta er ekkert að fara að valda því að ég sé ekki endrum og eins að fara að kaupa pizzu á Dominos, en það bragðast þessi bara ljómandi vel eftir að tína B-vítar paprikuna af henni. Börnin mín myndu sennilega flýja heimili ef ég myndi hætta að planta Dominos pizzu öðru hvoru. Þannig að, takk Dominos.